Komið þið sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætlum við að fjalla um línulega aðhvarfsgreiningu, tölfræði frá grunni. Við ætlum að taka fyrir þriðja og síðasta hlutann í umfjöllun okkar einfalt línulegt aðhvarf. Fyrst ætlum við að fjalla tvö mikilvæg hugtök sem eru brúun og bryggjun. Brúun það þegar við notum aðhvarfsgreiningarlíkani okkar til að spá fyrir gildi á svarbreytunni fyrir eitthvað gildi á skýribreytunni sem á sama reiki eins og gildin á skýribreytunni sem voru notuð til þess að meta stigkann í líkaninu. Hérna eitthvað dæmi þar sem við erum að skoða samband fjölda bjóra sem búið að drekka og alkóhólmagn sem mælt í blóði og það að brúa væri að nota líkanið til að spá fyrir hvert alkóhólmagni væri fyrir fjölda bjóra sem á svipuðu reiki og svo fjöldi bjóra sem var í mælingunum okkar í gagnasafninu. Og hérna eru mældir bjórar frá 1 og upp í 9 og fyrir raun og veru allan þann fjölda bjóra sem eru einhverju því reiki væri við að brúa. Þá væri við að nota líkan okkar til að spá fyrir útkomu fyrir gildi á skýribreytunum sem eru svipuðu reiki eins og gildin í gagnasafninu. Andstætt því að brúa það sem kallað að bryggja. Þá ætlum við að nota aðhvarfsgreiningarlíkanið til þess að spá fyrir mæligildi þegar skýribreytun okkar mjög ólík þeim gildum á skýribreytunni sem voru notuð til þess að smíða líkanið. Hér ég með dæmi að hér hefði verið framkvæmdar mælingar á hæð barna í sentimetrum fyrir börn á aldrinum 3 til 15 ára og línulegt líkan nota til þess að spá fyrir vöxtinn, þar að segja hvað við myndum spá að börn væri að háa meðaltali með einhver tiltekinn aldur. Hér eru mælingar bara framkvæmdar á börnum frá 3 til 15 ára og líkan metið út af því. Ef við ætlum að nota þetta líkan til að spá fyrir hvað 30 manneskja væri stór, þá myndum við fá eitthvað snarvitlaust gildi. Og ein af ástæðunum sú að mælingarnar okkar byggðu ekki á 30 fólki, það byggðu á fólki sem var 3 til 15 ára og því alls ekki viðeigandi að nota þetta líkan til að spá fyrir hver svarbreytan þegar við erum með skýribreytu sem eru gerólík þeim skýribreytum sem voru í mælingunum okkar. Þetta mjög vafasamt. Annað hugtak sem við ætlum að kynnast nánar skýringarhlutfall. Og muniði hvernig fylgnistuðull er nátengdur línulegu aðhvarfsgreiningarlíkaninu okkar. Við notum það meðal annars til þess að meta hver hallatalan var í líkaninu. Ef við reiknum fylgni milli svarbreytunnar og skýribreytunnar og setjum þá fylgni í annaveldi, þá að tala svokallað skýringarhlutfall og það hefð fyrir að tákna oft með stórum staf og oft kallað bara einfaldlega r í öðru eða r squared. Þessi tala r í öðru, hún kölluð skýringarhlutfall og hún stendur fyrir hlutfallslegan breytileika í svarbreytunni sem hægt að skýra með breytingum á skýribreytunni. Þetta skýringarhlutfall getur í minnsta lagi verið 0, það er að segja fylgni 0, en í mesta lagi 1 ef það fullkomin fylgni. Og skoðum hérna dæmi. Hérna eitthvað uppspunnið dæmi að við ætlum að hugsa okkur þessi línulegt orsakasamband milli BMI-stuðuls og blóðþrýstings. Hvor breytan ætti að vera skýribreytan, x-breytan og hvor ætti að vera svarbreytan. Og jú, BMI-stuðull ætti að vera skýribreytan en blóðþrýstingur ætti að vera svarbreytan. Við getum útskýrt blóðþrýstinginn með BMI-stuðlunum en ekki öfugt. Við mældum fylgnina milli BMI-stuðuls og blóðþrýstings og hún reyndist vera 0,8. Hversu hátt hlutfall í breytileika í blóðþrýstingi frá einstaklingi til einstaklings má þó útskýra með því að þeir voru með ólíkt BMI. Og jú,
Skýringarhlutfallið fæst einfaldlega með því að setja fylgnin í annað veldið. Fylgnin í öðru veldi 0,8 í öðru er 0,64 og það þýðir að 64% breytileiki í blóðþrýstingi milli einstaklinga má útskýra með því að einstaklingarnir höfðu ólíkt BMI en 36% er þó eftir óútskýrt.